Komið sæl og velkomin í kalda pottinn þessa vikuna. Gestur minn í dag, Sigurður Ingólfsson, gjörðu þið svo vel. Komdu fagnandi. Ég geri það. Það er bara alveg skilyrðislaust. Bara skilyrðislaust? Já. Það er tradisjón fyrir því að skála í þessu lagi. Mér finnst það líka mjög viðeigandi. Já, og páskarnir eru eitthvað þetta leti. Já. Þannig að skál fyrir því. Og svo gaman að segja frá því að að ég er búinn að vera núna í 30 eitthvað þætti í bólum frá Nonna í Dead. Já. Já, og þeir eru orðnir ansi sjúskaðir. Þannig að sko eins og fólk tekur eftir þessa kameru, GB, þessa kameru, að lífa svo elskulega að dressa mig upp. Svo ég var ekki svo skrýlti far alltaf í þessum þáttum. Já. Ég var á ansi sjoppilegur. Já. Ekki segja já, segðu bara nei. Já, nei, mér finnst mjög interessant að vera sjoppilegur. Það er ákveðið stíll að vera sjoppilegur. Já. Það er það. Já. Ekki það tvörstu það. Nei, en Sigurður Ingólfsson, kallaði Siggi. Já. Hvaðan ertu? Ég er upphaflega Akureyringur. Nú, út á landi? Já, Tólandi er höfuðborg Norðurlands. Og en ég er semst að uppruna Eyfirðingur og Þingeyingur. En bara fæddist á Akureyri. Bjó þar einhvern lífar eitthvað 20. Síðan hefur bara legið víða, eins og maður segir. Já. Tókst út allt svona grunnnám og það allt saman á Akureyri? Já. Menntaskólinn á Akureyri þar og Barnaskóla Íslands og... Barnaskóla Íslands? Já, hann hét það hjá okkur. Hét það? Hann hét það á Akureyri. Barnaskóla Íslands? Það er stórt nafn. Já, auðvitað. Eru það mikilvægir einstaklingar. En ég held reyndar að þetta sé ekki orðið eitthvað allt annað núna að búið að breyta þessu húsi. En þetta var Barnaskóli Íslands. Svo var gagginn og þar sem ég náði að kveikja henni sinni í kennara, en það er annars. Byrju, hver kveikti í kennara? Ég náði að kveikja einum kennara í Kjökkarfræðaskóla. Hvernig gerðist? Varst það fikta með eldspýtur? Já, þetta gekk svona tímabili yfir þar sem allir voru með eldspýtustokka og voru að skjóta hvern annan svona. Já, einmitt, þetta hérna. Já, eiginlega fyndið. Labbaði einn kennari fram hjá okkur þegar við vorum farin í tím og ég fíraði einn aftur. Ég held að mér drepast á leiðinni, sko, þetta var það mikið mögulegt. Svo er ég komin inn í bekk, sko, og þá kemur vinur minn, Tolli, hlaupandi inn í stofu og segir, veit ég hvað maður, það verða slökkvið, kalla í bakkinn og bara fuðra upp bakkinn. Já. Það kennari var að alelda. Já. Alelda. Og þetta hafði nú ekki neitt svona gríðarlegar afleiðingar en ég náttúrulega gaf mig fram og allt það því ég játaðir, sagt. Já, ég geri það nú yfirleitt. Og svo sko árið eftir þá erum ég á honum í starffræðitímum. Hann byrjaði að fara yfir kladdann og svona læra nöfnin, þannig kemur hann mér og segir, já, ég veit hver þú ert. Náungi sem kveikti í honum. Já. Það hafi verið í tísku öll gervefnin. Já, alveg fuðraður. Já. En eftir, kannski fyrst, hvernig krakki varstu? Varstu þessi vesinnesgaur? Mér fannst það ekki. Nei, en hinum? Foreldrum mínum fannst það ekki heldur, sko. En
ég býst nú við að ég hef verið talin að einhverjum eitthvað furðulegum, sko. Ég byrjaði að lesa, sko, þegar ég var 2 ára og þegar ég var 4 ára þá var ég fluglæs og svo lenti ég í slysi þegar ég var 4 ára. Það er fyrra skipti sem ég horfðist yfir dauðann. Já. Þá bara samþykkti ég það og ég man alveg nákvæmlega eftir því, bara viðurkenndi það, ok, þetta er búið, ég er að deyja. Hvað gerðist? Við byggum einn vetur á Svalbarðsfirði við Eyjafjörð. Já, ég ætlaði að segja eitthvað ljótt um staðinn, ég hætti það. Og vorum búin að byggja snjóhús. En mér fannst náttúrulega vanta stromp á snjóhúsið. Því að það á að vera stromp fyrir húsi. Það er sjálfsögðu. Segir sig sjálft. En þá vildu sko vinur mínir ekkert vera að koma aftur út og eitthvað svona, þannig að ég fór bara einn upp á snjóhúsið og datt þar í gegn sko og satt pikkfastur í gatinu. Já, ok. Og var þarna sko eftir því sem að ég man sko þá var ég örugglega fleiri klukkutíma og vikur og mánuði sko. Í snjónum? Þetta var ekkert svo langur tími, víst. En tók að mig vettlingana að ég ætla að reyna að koma sko höndunum niður meðfram. Og þá meðan náttúrulega fuku vettlingarnir í burtu, þannig að ég var að krafsa þannig í snjónum og þessna eru hendurnar mér svona fíflalega sko. Já, er það? Já, kól alveg í mér. Vaxtavefurinn eyðilagðist að miklu leyti og eitthvað svona. Þetta voru bara eins og svona klakabítar sem stóðu þarna upp úr höndunum á mér. Þannig að komst kal í puttana þér? Já. En það þurfti ekki að taka þá? Nei, það hefur hægt að brjóta það fyrir. Og hrundi svo allt draslið það? Nei, mér var kippt þarna upp úr einhvern tímann og að því að sko konin í næsta húsi var vön í að fara þetta leyti að prjóna, sauma á saumavélina sína, en saumavélina var biluð daginn. Þannig hún tók kíkinn sinn og bara kíkinn í gluggann og sá hver að dúst vera spriklandi upp á snjóhúsi. Og Sigmar, maðurinn hennar, hann fór og náði mig og dröslaði mér heim. Ok. Svo rankaði ég bara við mér á sjúkrahúsinu á Akureyri alveg steinhissa yfir því að ég var ennþá á lífi. Ok. Það var rosalega merkilegt. Dóstu? Já, ég veit það svo sem ekki, en ég var alveg tilbúin til þess. Og það er kannski þess vegna og svo líka því lendi ég þessu af öðrum ástæðum að þá hef ég alltaf lifað sko þannig að hver dagur getur verið manns síðasti og ég bara reyna að njóta hvers einustu moment sko, hvert einasta augnablik að bara reyna að njóta þess. Af því að þetta kemur ekki aftur. Það er eiginlega leiðin, það er eina leiðin til að lifa, er bara að njóta dagsins. Já. En hvað tekur svo við? Þú klárar menntaskóla á Akureyri? Já. Og hvað svo? Hvað gerðist, Sigurður? Já, ég fór næstu á Jökuldal. Þú fórst í Jökuldal? Nei, ég fór í Jökulsárhlíð. Já. Og kenndi þar við Brúarskóla einn vetur. Já. Og eftir á að hyggja þá held ég að það hefði komið mér í gegnum sko háskólanámi sem fór í seinna því ég hafði aldrei þurft að hafa neitt fyrir því að vera að læra eitthvað í menntaskólanum. Kunni ekkert að læra allt. en þarna þurfti ég alltaf að fara að skipuleggja mig eitthvað og sko læra það sem ég bara að fara að kenna. Og þetta var alveg dásamlega skemmtilega vetur sko. Varstu þess að í kennaranámi sjálfur, að verða kennari? Nei, ég bara var ráðinn á þessum leiðbeinandi. Tvítugur, sko. Örlítið heldur en nemendur. Já, ok.
Var það að virka? Já, ég allavega þekki ennþá fjölmarga sem að voru þarna með mér í tímum, sko. Og en aftur á móti þá var tekið eftir því að ég var oftar kallaður inn til skólastjórans en nemendurnir. Af hverju var það? Fyrir fíflalæti. Það er að þú varst þar inni? Já, og ég En skammast gerðist mér ekki jobbinu? vitund fyrir það. Nei, en náður að halda á jobbinu? Já. Það var engin annar kannski? Nei, örugglega ekki. Og sko, svo ég hef líka látið kenna nokkurn veginn allt, sko. Eins og bara tíðkaðist. En einhver skemmtilega setning sem tengist þessu var þegar að Sigurjón skólastjóri sagði við mig: Já, ég sá að þú hefur verið í tónlist, þannig að við ákveðum að láta þig ekki kenna íþróttir. Það finnst það fullkomlega rökrétt. Þannig eftir menntaskóla ferð að kenna í grunnskóla Já, og bara öll fög, já, nema íþróttir. nema íþróttir. Já, þetta voru nokkur fög, sko, þar var eðlisfræði sem að Vissir eitthvað um eðlisfræði? ekki raskat. Ég þurfti að hafa heilmikið fyrir því að læra helvits eðlisfræði með þess að geta kennt hana. Og hvað varstu lengi þarna? Já, bara einn vetur. En þú komst upp með þetta? Já, og vel það, sko. Til dæmis, sko, ég kenndi tónlist líka. Byrjaði eitthvað svona, að ég var ekki alveg kláraði hvernig ég ætti að snúa mér í þessu. Að kenna þeim eitthvað um tónskáld og fleira og svona. Þau voru alltaf bara að kafna á leiðendum, sko. Og þá var ég kallaður inn og sagt, sko, ég held þeim bara leiðist það. Þannig að ég bara stofnaði kór. Ok. Og setti alla í skólanum, það voru 30 manns í skólanum. Með kennurum það? Já, og eitthvað þar er bíl. Og letu bara æfa í tónlistartímanum. Og hafði fyrir því að rifja upp gömlu orgeltímana mína hjá Ásgerði Jónsssyni á Akureyri og spilaði undir á píanó. En svo fengu þeir einhvern kall, segir maður núna, þú veist, hann er örugglega yngri en ég, og sem að spilaði undir á jólaballinu, sko. Fyrir kórinn eða Fyrir bara kórinn. ballið? Fyrir kórinn. Ok. Og ég misti mig næstu því, sko, því að það var bara svona hægt. Og það er ekkert hægt að láta kór syngja, Siggi var úti eða eitthvað, sko. Siggi var úti. Þannig að fyrir vortónleikana þá neitaði ég því að láta einhvern annan koma og spilaði bara undir hjá þeim. Keyrði þetta áfram alveg á bara milljón og bara dundu fjör og gaman, sko. Vel gert. Já, þetta var bjargaði sér. En hvað var að gerast í þér á þessum tíma? Hvað varst að spá? Hvað var svona framtíðarplanið? Ég var að reyna að komast að því hvað ætlaði að læra í háskólanum. En þú varst með sem sagt stefnun á háskólanum, Já, en ekki hvað það var? Nei. Þangað til ég datt niður á bókmenntafræði. Svo þetta var bara sér hannað fyrir mig, sko. Já. Bara ég var alltaf leið í bókum, sko. Bókafíkill, það er eina fíknin sem ég viðurkenni. Sko, klárlega. Bækur. Það er sjúklegt. Og Ertu bókahorter? Já, Er heimilið allt undirlagt? já, Já. Má aldrei missa henni á bók, það er allar svo Nei. merkilegar. já, Þessi típa. já.
Þetta eru staflar svo hér og það strákarnir mínir og svo eru nokkru gítarar líka og svona og eitt kirkjuorgel. Það má. Já, já. Og strákarnir mínir stundum sko að hrista hausinn þessi komandi. Og hvað þá þegar þeir fara með mér eitthvað og ég kann ekki stelast eitthvað mér inn á bók og segir svo við það að ég bara mátti til með að kaupa eina bóka því að það er eitthvað svo tómlegt heima og ekkert á vegginum. Þetta klikkaði. En lestu allt? Er það bara, ef það heitir bók, þá lestu það? Já, einlega. Alveg sama hvað fróðað það er? Já, ég svona... Hvað myndir ekki lesa? Ástarsögur. Þú myndir ekki fara þar inn? Nei, ég get það ekki. Nei. Ég reyndi. Já. Með erotísku íva við ástarsögur? Nei, sko, ef það verið klámfengnir þá verið þetta ekkert mál, sko. Og bara virkilega gróf erotík, sko. Þá er þetta alltaf lagi. En eitthvað svona... Eitthvað blundudótt? Já, það. En nei, örlítið að lesa ég bara allt sem að því kemur, sko. En svona skrautbókmyndir, þannig er það ekki hálfgerð klám bara svona... Jú, það er stílklám. Svona í eðli sínu? Það er svona stílistaklám. Stílistaklám. En hvað, þú klárar bókmyndafræðina? Já. Fer í BS í því? Ég tók BA-próf og síðan tók ég kennslufræðina líka. Bara tilbúinur að vara og svo líka var ég býð eftir þáverandi konu minni að því hann var að klára frönsku og fjölmiðlafræði. Og svo fengum við, ég þessa brilljant hugmynd sko, að ég sá það að ég var þarna búinn að lesa hellingabókmyndum og þar á meðal franskar bókmyndir en aldrei lesið franskar bókmyndir á frönsku. Ok. Þetta er náttúrulega bara hneisa. Gengur ekki? Nei. Þetta er ekki virkað? Bara rugl. Já. Þannig að ég samfærði hana að við færum til Frakklands. Kærustunni hennar? Já, konu. Konuna hennar? Með 9 mánaða gamalt barnið okkar. Og allir héldu að við erum eitthvað skrítin. Skil ekki til því. Og ég fekk að heyra þú komið kennsluréttindi og konan er að vinna á Stöð 2 og þú getur bara fengið kennslu og það er brjálaður maður. Já, gerðinlega. Ég fór til Frakklands og hún tók MA í myndlist. Ok. Og ég doktoreiraði í frönsku bókmyndum. Þannig þú ert doktor Siggi, væntanlega? Já, já. Hefurðu notað frasan trust me, I'm a doctor? Ég svona bara að prófa það núna. Já. En hvernig voru Frakklandsárin? Hvernig var aðlagast þar? Þetta leið mjög hratt, allt og hratt. Þetta var alveg unaðslegt. Þetta er í eitt af örfáum skiptum þar sem ég komið á einhvern stað, Montpellier í Suður-Frakklandi, af því að ég vil ekki frekar eiginlega vera þar af því að það er líka samskipt á milli Háskóla Íslands og Paul Valéry háskólan sem er þar. Þannig að það lá svona beint við eiginlega. En leið og við komum bara og opnuðum bílinn sem við tókum frá flugvellinum, þá bara fann ég þess að ég er komin heim. Ok. Og bara, wow. Og við vorum þarna 10 ár. 10 ár? Já, eða tæp 10 ár. Ok, en hvernig gekk þér að læra frönskuna? Þetta er nú allt annað einhvern veginn heldur en skandinavíska umhverfið, sko. Þetta var mjög spauðilegt. Ég bara kolféll fyrir frönskunni, sko. Komst? Ég kolféll fyrir frönskunni. Ok. Ég ég féll í frönsku í menntaskóla. Þannig þú kunnir að segja góðan daginn og bless og eitthvað svoleiðis. Og ég féll með þessari umsögn eiginlega, þú er óaðfinnanlegan framburð en málfræðin þín er í rúst. Ok.
En þú gast farið að lesa svo? Já, ég lærði frönsku bara á þarna hálfu ári og síðan tók ég inntökupróf í háskólanum. Sem að ég var sagt að ég ætti ekki að geta gert. En ég gerði það samt. Og púlaði það? Já. Góður. Notaði fullt af sögnum. og var þar í þessi ár sko. Var hjá, skrifaði ritgerðina mína hjá konu sem að einhverjir sögðu mér að hún væri alkohólísk lesbía sem að angraði mig ekki nokkra einustu vitund. Einhver mest brilljant manneskja sem ég bara kynnst. Þó hún hafi verið alkohólísk lesbía? Já. Eitthvað var það bættið á skápara. Því að sko, alltaf þegar ég fór heim til hennar og við vorum að ræða saman ritgerðina, þá byrjaði hann alltaf á því að bjóða mér viskíglas. Það var ekkert meira sko, það var bara eitt viskíglas, svo ræddum við og svona. Því ég náttúrulega þurfti að koma við í búðum og krám á leiðinni heim. Já, Palli hélt áfram. Já, þetta. En ég tók samt alveg strax þann pól í henni. Ég skrifaði ekki orð í ritgerðinni nema ég væri alveg blá edrú, sko. Varstu einhvern edrú? Nei. Ég minna, sko. Dag og dag? Já, ég tók alveg sirpur, sko, þar sem ég var bara að vinna alveg stanslaust, sko. Og svo hélt ég upp á það að verðlaunaði mig fjóra einhverju. Já, aðalega rauðvínir reyndar. Ég hefur alltaf verið, sko, mín deild, það var rauðvínir, sko. Ekkert fyrir brennivínsöl, sko. Bara eins og núna til dæmis, sko, því ég er hættur að drekka mig á raskatíð eins og ég gerði í mörg ár. En einstöku sinnum rauðvín. Því að mér bara finnst það svo sérlega gott. Lærður rauðvínið í Frakklandi? Já, ég var að vinna á Vínberjaekrum, sko. Í tínum vínber og lærði hellingum þetta og svona. Og það var dásamlegir tímar, sko, þarna kringum haustinn, sko. Tína þarna í einhverja vikur, sko. 2 vikur eða eitthvað. Og svo endaði með sko, hátíð og þá var heilgrillað lamb. Sko, arabarnir kunna að gera það, sko, með sví, bara heilgrillað með lamb, fyllaði með kúskús. Og þetta er sko unaðslegu matur. Og með þessu neyðist maður því miður til þess að drekka alveg rosalega mikið rauðvín. Það er ekki kók. Kók? Það er bara hugmynd. Já, Þetta er einn flottasta auglýsing sem ég séð. Það var á stóru svona skilti á hraðbrautinni. Mynd af nautasteik og stendur fyrir ofan. Og með þessu ætlið þér að drekka gosvatn með litarefnum og sykri. Samtök vínbænda. Já, ok. Vel gert. Það er frábært. Og En hvað gerðist? Þú komst heim aftur? Já. Af því að það var eiginlega fyrst og fremst eina ástæða að það var að strákarnir, sko, sá yngri fæddur í Frakklandi. Þannig að hann var með 2-falt þjóðerni í þangað 18 ára. Að þeir voru farnir að tala fyrst og fremst saman á frönsku, sko. Þeir voru bara að verða litlir frakkar sem að... Litlir frakkar? Já. Stuttir frakkar. Já. Og mér langaði til, sko, ég tala alltaf við það og við þá á íslensku, sko.
Þannig að þeir voru frekar fljótir að tileinka sér íslensku þegar þeir komu heim og þeir tala mjög gott mál núna, sko. En það er úti og töluðu saman sín á milli á frönsku, sko. Og með alveg tvenns konar ólíkum hreim. Já. Svo eldri átti vin sem að var frá París, held ég, upphaflega. Og svona, já, ekki beint snobbfólk en svona upper class einhvern veginn. Heldra fólk. Heldra fólk, akkurat. Og talaði óbúslega fína frönsku. Svo yngri eftirfóti, hann var með öllum sko rumpulínum, sem maður segir. Já, hann var götumálið. Já, hann var alveg með, hann talaði gettofrönsku, sko. Okay. Og það var alveg unn á að hlýða, sko. Og voru þeir saman í þessu samskipt með Sinkot? Já. Hvað er langt á milli þeirra? 2 ár. Nú er ekki meira? Nei. Og eins og sko, skilurðu, þegar ég kom heim þá þurfti ég að útskýra fyrir þeim af hverju fólk væri rasistar. Þeir skildu það ekki. Eftir þú kemur heim til Íslands? Einmitt. Af því að sko þarna í skólanum þá var fólk á öllum lit, sko, öllum trúarbrögðum og þú veist, bara hvað sem var. Og menn voru ekki að dæma fólk út frá húðlit sem náttúrulega líka sko idiotist. Algjörlega. Heldur bara hvort það var skemmtilegast eða leiðinlegt. Þetta er ekki flóknara fyrir börnum. Nei. Og þeir eru bara þannig innstilt í báðu tveir að svo yngri er meira í sko þessum svolítið svona keyrslu strákum. Og það var sko einn frá Madagaskar minni mig einn frá Mauritius einhverjir frá Marokkó og svona þetta var blendingurinn af svona nýlendu þjóðunum sko. Já. En var aldrei í þeirra huga konsepti rasismi, það var bara óþekkt í þeirra huga? Þeir bara skildu það ekki. Þeir hefði ekki fattað það einu sinni. Það er svolítið crazy að koma svo upp á litla Ísland að þurfa þá að útskýra rasisma. Já. Hvernig kom það til? Þeir spurðu af hverju krakkar að gera grín af Pólverjum. Já. Sko, það var ekki einu sinni sem verið öðru svo lítinn. Nei. Heldur bara af hverju verið að gera grín af fólki af því það er einhvern veginn annar staðar frá eða eitthvað. Þetta var nýtt fyrir þeim? Algjörlega. Segjum svolítið land og líð? Segjum mikið. Og mér finnst þetta voðalega, bæði fyndið en líka mjög sorglega þurfa að sýna eða segja þeim jú, það er fullt af fólki á þessu landi okkar sem er með fordóma einhverju eins og lit eða trú eða bara öðruvísin api eða eitthvað. Það er náttúrulega bara idiotist. Sem það er. Sem það er. En af hverju völdu þið að fara frá Frakklandi? Hvað var til þess? Ég spyr mig að því hverju einasta ári, sérstaklega þeirra vetrar. Já, ég skil að þú spurði að því að veturlagi. En hvað var það sem dróðum? Voru það ræturnar eða? Já, og líka bara þannig að þeir fengju að kynnast því að vera Íslendingar líka. Og þá geta þeir valið það hvernig þeir ætla að hafa framtíðina, hvort þeir ætla að vera á Íslandi, hvort þeir ætla að fara eitthvað annað. Þeir eru alveg opnir fyrir hverju sem er. Þeir eru meiri heimsborgarar fyrir vikið. Já. En eru þið með franskt ríkisfang líka? Nei, ekki lengur. Hann, svo yngri var með það til 18 ára aldurs. Af því hann er fæddur í Frakklandi? Já. Ok. Þetta er ekki svona einfalt hér?
Nei, Það er ekki þú þvælast fyrir frökkunum. nei. Þetta er sko, það er þessi þjóðsaga oft með að Frakkar séu sko snobbaðir, tilbaka og hrókafullir og ekki hvað. Þetta er svo dæmilegt skemmtaði. Því að þeir eru í raun og veru opnir fyrir öllu, en þeir eru líka stundum með húmor sem að sko, Íslendingar fatta ekki alveg. Því að sko, stundum eru þeir bara að bagga mann að því að þeim finnst það fyndið. Já. Og þá er iðulega til að gera grín að sjálfum sér. Já. Og hérna, Þeir farið þá áttina. já, minnir mér svolítið á sko föðurfjölskylduna mína í Höfðahverfinu, sko, sem að kallaði einlega flest alla hálfvita, sko. Og meintir náttúrulega ekki raskast með því, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta spilaði hálfviti. Og með þessum, sko, kraftmikla norrlenska hljómi, sko. Já. Helvíti spilaði hálfviti, getur það verið? Hálfviti? Já. Já. Með áherslu á té. Já, auðvitað. Sagan segir að það sé eitthvað hálfvitum á Íslandi. Jú, það er sko nóg að þeim. Má ekki segja þess ekki. Nei. Það fara allir í fílu. En sko eins og hérna, ég misti út sem einhvern tímann þegar ég var með franska túrista og þau voru að spyrja álfa og tröll og huldufólk og svona. Ég sagði þeim að álfarnir byggju ennþá fyrir austan aðalega því það er svona rómantískt og fallegt. Tröllin hefði verið fyrir vestan aðalega en núna sér maður að það er eiginlega ekki neitt fyrir þess að þau eru öll komin á þing. Er þetta túristskæp dæmið? Já. En það er enda bara heilmikið til í þessu. Mér Ég meikar algjörlega sens. það ekki. Jú. En hvernig gekk ykkur aðlagast aftur eftir 10 ár í Frakklandi? Kom ykkur fyrir? Já, við vorum allavega það heppin, sko, við fluttum beint til Egilsstaða. Egilsstaða? Já. Var Frakklandi til Egilsstaða? Já. Hvað var það? Það vantaði myndlistarkennara og franskukennara í skólann þar. Þannig að þið fengur bæði vinnu við sama skóla? Já. Og hérna, svo líka bara er mjög gott að vera með börn. Það er yndislegur staður og mjög margan hátt, sko. Og maður fljótur að komast inn í eiginlega allt þarna. Það er kannski svolítið manískur, sko, en maður fór í leikfélagið, sko, og hérna, svo var ég líka með pistla á RÚV, sko. Svo vann ég fyrir Stöð 2 líka í 10 ár, þarna. Við hvað? Fréttaátökumaður, já. En vel gert. Það var Stöðtíðn á Egilsstaðaflugvelli? Já, einmitt. Já, ég var einn aldrei í mynd, sko. Ég var ekkert mikið að tróða mér í það, sko. Nei. En hérna, fyrir vikið, sko, þá fekk ég að ferðast alltaf mikið Austurland og Austfirði og kynnast fólki og kynnast bara fleiri hlutum en maður hefði gert annað en maður hefði bara sitið þarna og kenna eitthvað í menntaskólanum. Það var mjög aktífur. Já. Og svo þegar hérna Steinunn Kristinsdóttir kom og gróf upp klaustrið í Skriðuklaustri, þá var vinur minn Jón Ingi að vinna þar. Og hérna, ég spurði hvort hann geti ekki einhvern veginn tróðið mér að það líka. Og, Í uppgröfti? já. Það skauður mér teskeiðin og hann í skurði? Já, það er alveg unaður. Í alvöru. Ég sé það alveg fyrir mér. Þetta er guðdómlegt alveg sem. Þetta virkar alveg óbúslega leiðilegt jobb að vera fornleifafræðingur. Þetta er það ekki. Þetta er alveg, sko, líka sérstaklega þegar maður er búinn að vera allan veturinn inn í skóla, inn í húsi, sko. Vera allt í einu komin á kaf bara í jörðina.
Var í moldur fyrir haus og ég sé eitthvað á eitthvað að svona leita að einhverju sem hugsanlega er þarna. Mjög ólíklega en samt að ótrúlega spennandi. Það reyndar, já, maður á ekki sér, en að því ég var á tímabili, það væri bæði svona kynningarfulltrúi þar. Á Egilsstöðum? Já, nei, fyrir Skriðuklaustur, rannsóknirnar, og að grafa, og fréttamaður á Stöð 2. Ok, og að kenna? Já, kenna náttúrulega á veturna, en sko, sem þýddi það að ég gat komið Skriðuklausturs rannsóknum í fréttir mjög oft. Þannig að á tímabili þá voru þær fornlega miklu meiri í fréttunum en aðrar á Íslandi. Já, þú var svo ítinn á það. Já. Vel gert. En má ég spyrja, varstu edrú í gegnum þetta allt saman? Við gerum stuttli á þættinu, meðan Siggi hugsa það mál. Já, ég var þannig mér að minna, en sko, ég var að fá mér á kvöldin, sko, en ég var aldrei að keyra fréttamennskast eða vinna þarna eða neitt slíkt undir áhrifum, sko. Ástæðan fyrir ég spyr er það að ég náttúrulega hef lesið grein og viðtal við þig þar sem að þú áfengið voruð í einhver svona dauðastríði. Hvor hafði betur og þú hafði betur. Já. Ég er svolítið að fiska þá hliðin á þér. Já. Þú hafði greinilega betur, þú situr hér í dag. Já, það er reyndar hálfgeitt kraftverk. Ég krassaði sko alveg gersamlega 2014. Átti ég eiginlega ekkert að lifa mikið lengur en það, sko. Það eru 10 ár síðan. Ég er ennþá bara ágætlegaður. Góður. Og eiginlega sjaldan lífið að spytta líkamlega. Og það munar alveg ágætlega það svona losa sig við hitt og þetta úr líkamannum. Var áfengið alltaf svona jaðarprodúkt með þér í gegnum áratugina? Já. Og sko, upphaflega þá var þetta mjög meðvituð ákvörðun að fara að drekka og drekka mikið. Ok. Af því að sko mínar hetjur þegar ég var bara krakki, sko, það var eins og Lord Byron. Ég las ævisöguna hans þrisvar eitt sumarið áður en ég byrjaði í skóla. Og Edgar Allan Poe, Oscar Wilde. Alveg þungu gaurana. Alveg sko hefi. Og Bóhem var alveg út í eitt, sko. Og komast upp með það samt að yrkja þessi brjálæðislega flottu ljóð. Vera á raskatsinu meira og minna. Sofandi hjá konum og ég því hvað, eða hverju sem var. Og komast upp með það, sko. Það var punktið hjá mér, mjög lengi. Var þetta plan? Þetta var algjörlega planað. Ok. En svo bara þegar planið tekur yfir, sko. Já, það er maður svolítið fókt. Já, maður er svolítið mikið fókt. Og það var svona síðustu 3-4 árin, þá var þetta bara orðið vandræðalegt hjá mér, sko. Og Bóhem planið alveg hrunnið. Já, ég var bara fyllibita, bara allt sumt. Og skrifaði ekkert að viti, sko, einhver sinnum. Já, en þú ert búinn að gefa út hvað margar bækur? 14? 11. 11? Ég las einhvers staðar 14, en 11 vel gert. Já. Ég er líka búinn að vera að síðan 86.
Sagði hann mjög hógvært. En vel gert, til hamingju með það. Já, ekki. Ég veit að nýjasta bókin Mold, ég las glimrandi dóma hana einhvers staðar á netmiðlum. Já. Einhver sem hafði lesið hana og bara sagði 1-0 fyrir þér. Þannig hafðu það, þannig eitthvað ert að skrifa sem skilst. Já, það er óskandi. Er það draumurinn í dag að geta bara unnið við skriftir? Já, auðvitað. Og þá ljóð þá? Ég fyrst og fremst í ljóðunum, sko. Nokkuð sinnum byrjað á skáldsögu, sko. Ég hef alltaf eiginlega bara einhvern veginn ekki nefnt því að vera hangið í sérstaklega ekki, sko, en maður þarf alltaf að vera að hlaupa í eitthvað annað. En maður gæti verið bara setið við og verið að gera þetta eitt. Já. Verið í náttfötunum í 3 mánuði við það, skilur. Já. Já. Nei, ég myndi reyndar ekki verið náttfötum að ég, sko, ég er svo mikil pempía. Nú, hvernig byrtist það? Þú veist, ég klæði mig upp og greiði mig, sko, á mótnana þó ég sé ekki að fara út úr húsi. Nú, ok. Er það gamla úr Íslendingasögunum að klæða sig, klæddu komin á ról? Ég held þetta sé ennþá bara Lord Byron. Var hann alltaf flottur í tauginu og með þetta á hreinu? Já, nikkel. Og en já. En hvað er framundan? Hvað er planið? Hvernig sér þetta þróast? Hvað, ég veit það ekki. Er ekkert plan? Ég hef nú yfirleitt ekkert svo rosalega mikið verið að plana lífið, sko. Sem er náttúrulega ekki voðalega gáfulegt, en það líka, þú veist, ef maður er ekkert að plana neitt alltaf mikið, þá hefur maður ekkert of mikið af plönum sem hafa ekki gengið upp. Þannig að þú gengur út frá því að plön hafa ekki virkað þegar þú gerðir plön. Já. Þannig að borga sig ekkert að gera plönin. Nei. Að þið virka hvort þið er ekki. Ég er svolítið þarna líka. En svona, veist, komin að þannig aldur, meint með virðingu og jákvæðni. Maður lappi í gegnum þetta líf, búa erlendis og annar staðar og eitt sem verða svona í smár hliðargötu, það er, sem vorum að tala um bílnum á hann, Frakkar kunna mótmæla. Já. Þeir eru heimsmeistarar í mótmælum. Já. Tókstu þátt í einhverju svolítið sjáðu? Já, ég sagði, sko, já, þannig ég fór út í göngutúrinu sinni í alveg hefi mótmælum í Montpellier. Af því mér langaði að upplifa, sko, hvernig væri að fá táragas í augun og svona. Ok. Af því að maður bara þurfti að vita það. Við þurfum öll að prófa það. Já. Og það var ekkert gott. Nei, varstu inn í, sem sagt, látunum og varst þess gasaður? Já. Og hvað? Ég bara segði mér, já, þetta er ekkert vorulega gott og fór heim. Er þetta einu mótmæli sem þú farið í? Já, ég er náttúrulega heldsaumingi eins og Íslendingar að nenni ekki að mótmæla, sko. En já, til að skrifa eitthvað sem var kannski þessu brjóstu eða hverjum einstöku sinn. Hvað þá helst? Samfélagsgagnrýni? Já, það kemur fyrir. Ég sé hvort að fólk tekur eitthvað mark á því að ég læt svo oft eins og fífl. Já, nú eru netmiðlarnir þannig maður afgreitt einu orði, fáviti, og svo næsta mál.
En hvernig leggst, sko, það sem var að byrja að spyrja áðan fórum í mótmælin svona íslenskt samfélag. Svona þegar bara við setjum inn á sviðinu í Gamlaborg og horfum yfir landið okkar og stjórnvöld og allt sem að gerast. Hver tilfinningin, Sigurður Ingólfsson? Ekki sérstök. Ekki sérstök? Nei. Hefur þú trú á okkur? Já, ég bara bjartsýnn á eðlisfari, sko. En mér finnst til dæmis alveg hreint fáránlega grund á bara hefi rasisma hjá Íslendingum. Sem að allir vilja vera óbúslega opnir og góðir og fjölmenningarlegir og whatever. En bara, þú veist, þetta eins og manneskinn sem sagði, sko, ég ekki rasisti, en ef dóttir mín kemur heim með svertinga, ég myndi ekki. Já, meinar. Þú veist. Já. Og stjórnvöld, sko, já. Mér finnst þú ofsalega þreyttur á svipinn þegar við vorum að tala þetta. Já, ég skil ekki hvers vegna og hvernig Íslendingar hafa haft lyst á því að kjósa aftur og aftur og aftur yfir sig sömu drulluspaðana sem eru alltaf að taka þá smjörlíkislaust í raskatið. Hvað það? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki heldur, þannig ég auglýsi eftir mannfræðingum eða einhverjum til að rannsaka þessa hegðun okkar því að þetta virðist vera svona hört svo gút bara. Já, þetta bara púra masokismi. Ekkert annað. Því að við endurtökum, ég var að hugsa á leiðinni í bílnum áðan að sem aðeins í framhjólaupi að þegar hrunið var, þegar allt gersamlega skrúaðist ofan í skurð íslenskt samfélag. Já. Og hérna voru sko bankaræningjar öll fjöll og fyrnindi á reynsrófurunum sínum og í takt við stjórnvöld og stjórnvöldsaukur var ekkert í gangi, samt var alltaf að fara til landskotans. Og kaupmátturinn hefur aldrei verið meiri. Aldrei verið meiri og við erum eina hamingjusömustu þjóðum heims. Veist, maður þarf að vera með sko greind á við brauðrist til að kveiki ekki á bullin í þessu. Já, einmitt. Svo fór ég að hugsa, veist, svo kom hrunið, ég fór hræðalítið út úr því. Og veist, ok, big shit, en einhvers það trúði ég því að það kæmi eitthvað sem héti Nýja Ísland. Já. Ég var svo naív. Já. Veist, og þarna var Steini reiði fyrir VG, alltaf pist út í alla, alltaf með hnefann á lofti, og Jóhanna, bitur as hell, og þau endurreistu gamla Ísland í sínu upprunalegu mynd. Og svo verið að tala stjórnvöld sem tóku við hruninu af endurreist Íslands. Nei, þetta var bara copy-paste frá fyrri tíð. Já. Og fólkið sem rændi okkur, það fór erlendis með fjármagnið og kom aftur með það heim á þreföldu gengi og fjárfesti í öllu viðskiptalífi landsins. Já. Og við borum bara í nefið og kjósum þetta fólk. Já. Vill einhver rétta með pillurna mínar? Alveg bitur reiður. Við löpuðum í gegnum þetta. Sko, eitt líka bara til dæmis svo kallar leigumarkaður. Það nú eitt. Hvað megabrandari er þetta? Já. Sko, reglulega trommaði með það að þurfum nú að byggja fleiri íbúðir því að það er svo mikið húsnæðislausu fólki. Hvað gerist? Jú. Veist, einhver slatti af íbúðum. Sama helvítis pakki kemur og kaupir þetta allt saman og leigir út á einhvern svona geðveikan pening. Á verðtryggðum samningi. Já. Og við vinnum bara meira og borgum húsaleigu. Já. En ég er með kenningu þetta Siggi, fyrst erum við komin að það, það er svolítið pólitískir. Já. Að við eigum raunverulega ekkert fólki í landinu nema fucking fasteignina sem við búum í, ef við eigum hana. Já. Þannig að gjaldmiðill á Íslandi eru húseignir. Já. Það er öruggasta fjárfesting á Íslandi sem hún finnur, ekki kaupið einhverjum sjóðum, kauptu húsnæði. Já. Þess vegna er það sem heilu leigufélögin og einstaklingar eiga fjöldi íbúða.
Og það er ekki gemvísind að byggja hús. Maðurinn er búinn að gera þetta í árþúsundir að byggja sér hús. En frá því ég var unglingur er ég búinn að hlusta á þessu umræðu að það vantar íbúðir. En af hverju eru íbúðirnar ekki byggðar og gert skurk í því? Það er að því að þá fellur fermetraverðið og þá verð ég pirraður að húsi mitt er alltaf náttúrulega verð minna sem skiptir engu máli nema ég þurfa að selja það. En þá er hitt húsi verð minna líka sem ætlar að kaupa í staðinn. Nei, sérðu hvað er mikið mindfuck í þessu? Tótal. Erum við sammála þetta? Já. Þetta er sko... Sorry, Nei, bara... Á þeir bara. Og veist, ég er 60 eitthvað kall. Já. Og ég er búinn að upplifa þess að ég var unglingur þegar ég fór heima. Við erum ennþá að tala um þetta. Já. En sko, einhvern tímann hérna held ég fram gæti hafa verið í glasi eða eitthvað. En hérna... Jesús minn. Og hérna... Nei, að sko þessi þrælslund Íslendinga gagnvart stjórnarherrunum það séu bara eftirreitur frá því við vorum undir Dönum. Þetta er bara genetist í okkur. Já. Við lúffum fyrir valdinu. Já. Alveg vilt og þessi endalausa foringjadirkun. Já. Og veist, hver er formaður flokksins? Já. Hann eða hún skiptir öllu, hver er veist, Já. bla. Já. Hvað er ennþá að dýrka forstjórana sína? Algjörlega. Og veist, hvað er þetta í okkur? Ég held þetta sé moldakofinn, sko. Við höfum aldrei komist almennilega út á moldakofinn. Nei, nú er ekki. Við verðum grýttir á götu eftir einhver sér hana þátt. Já. Búð undir á. Já, það er ágætt. Ég er ágætlega brynjaður. Þannig planið er ekkert sérstakt. Nei, jú, þegar að sko ég verður alvöru gamall. Já, hvað aldur er það? Mínum aldri, segðu það. Nei, miklu meira maður. Já, ok. Ég er rétt rúmlega 30, sko. Ef þú nærð því. Ég ætlaði reyndar aldrei að verða meir en 30. Nú? Nei, ég ætlaði að klára þetta bara með stæl. Að lifa hratt og vel og deyja ungur. Já, það mistast hrapparlega. Guðin elska á sem deyja ungir. Já, það er gæðir. En þú sagði við mig í einhverju samtali okkar fyrir en að þátt að þú er að taka próf í Hebres. Já. Er ég að fara rétt með? Nei, ég er í sko, já, það er nú ein, allan. Segja. Sko, þegar ég flytti frá Egilsstöðum og við skildum ég og kona mín að því að ég tek það alveg á mig, ég var bara nóþrandi villibita. Og hérna, þá fattaði ég það að ég hafði ekki verið í skóla allan tíma, þannig að ég fór í guðfræði. Í guðfræði? Já. Vel gert. Og ég á eftir núna grísku og hebresku. Grísku og hebresku? Já. Ertu ánum guðfræðingur? Já. Spurningin er þessi, er þetta út frá trú eða fræðimennsku sem þú fórst þessa leið? Bæði. Ertu trúaður, sem sagt? Sem sagt, þarna trúaður? Einhvern veginn svoleiðis. Ég er engin, sko, Jesúhoppari, skilur við. Jesúhoppari? En sérðu fyrir þér að starfa sem prestur? Er það eitthvað sem myndu hugnast? Það var æskudraumur. Já. Ég bara, sko, fannst það bara eitthvað svo fíflalegt að, sko, vera mjög ungur og reyna að fara að segja fólki eitthvað. Það veit ég. Já, með enga lífsreynslu. Nei, einmitt. Núna hef ég hana, en þá er ég líka að vera svo gamall. En einhver sagði það að maður aldrei var gamall að láta draumana rætast. Nei. En preststarfið per se er rosalega stórt og mikið starf. Ég veit það. Það er alveg að taka utan fólk alla daga. Já. Sorg og gleði og
Og þess gift á vegna, jarða og allt þetta, sko. þess vegna meðal annars hef ég ekki alveg ennþá náð upp í það hversuna það eina sem stendur í veginum fyrir því að ég get orðið prestur sé að ég kunni ekki grísku og hebresku. En þú átt þau próf eftir. Já, já. Ætlar þetta að klára þau? Já, ég býst nú við því að reyna það. Ég veit ekki alveg hvort ég klára hebreskuna en þetta árið, sko. En af hverju hebresku? Hvað er það í Guðfræði? Af hverju þetta að læra hebresku? Gamla testamentið eða? Já, Gamla testamentið í hebresku. Sem að, Síonistarnir? já, aðeins ég taki beina afstöðu til þess, þá var það samt svolítið merkilegt að eins og sagt sem að er mest og maður svona lærir fyrst og þarf að læra að beygja, það er sögn að drepa. Sögn að drepa. Já. Og sko, fyrir að fyrsta veit enginn hvernig nákvæmlega hebreskan var borin fram, af því að hún var ekki skrifuð með neinum sér hljóðum, bara samhljóðar. Þetta er svona svolítið ráðgískun það hvernig tungumál sem var talað fyrir rúmlega, 2-4.000 árum síðan. Ok, ég gæti allt til að vera pirraður. En og hvort þið sko, handritin sem að við höfum í höndunum sem að við köllum Biblíuna. Þetta eru hlutir sem hafa breyst og verið umskrifaðir og endurskrifaðir milljón sinnum og þú veist, með öllum þeim villum, stafsyningavillum, aukavillum, staðrendavillum, niðurfellningum, veit ekki hvað. Þýddu þessu tungumáli, þetta tungumáli, þetta tungumáli? Já. Og svo einhverjir vitfirringar í Bandaríkjunum sem að segja, þetta er orð Guðs, það stendur hérna, þetta er orð Guðs. Hann talaði nefnilega ensku. Svo, já. Og skrifaði þetta bara eins og þetta prenta hérna. En á þessari bók byggist öll kristinfræðin í rauninni? Já, svona eftir túlkunum ýmissa. Já, því að þetta konsept með Guð og allt þetta, sko. Já. Og það er náttúrulega tengist þessari bók. Sem ég vil meina á svolítið móðgæðir sé eina ámetnustu bókum ever, Biblían, sko. Ég reyndi að torfast í gegnum hana og fína dæmisögur og ég segi einhverja bækur eftir Gunnar Dal, mér finnst þær dýpri, sko, og segja mér meira. Já, ég get alveg verið samverðilegur í því á margan hátt, sko. Gunnar Dal hefur verið, ég held ég eigi megnaði bókunum hans mér sér. Hann var lengi vel minn upp á höfundur, sko. Já, flottur. Já. Og sko, en sem, sko, sögubók og eitthvað sem er skemmtilegt að lesa og Biblían bráðfyndin á köflum, sko. Ég lærði orðið steinsmuga úr Biblíunni. Og sem sagt, fyrir þá sem ekki vita hvað steinsmuga er, en Móses sem sagt hafði borðað skemmdamat og fengið steinsmugu. Og þetta las ég sem sagt í Gamla testamentinu. Sko, ég var sjómaður svo lengi og Biblían var ágætt því ég lesblindur og skrifblindur, en ég gæti lesið bara eitt svona klusu í einu. Og það rakst ég á þetta og lærði orðið steinsmuga. Sem voru semst fljótandi hægðir. Já. Þannig það er alveg húmor í Biblíunni. Já, ég heldur betur. En sko, það er líka til, sko, eldri þýðingar af Biblíunni eru miklu skemmtilegri, finnst mér á köflum heldur en þetta nýjasta sem er Biblían 2007. Af því að svona hitt á þetta orðfæri sem búið að gera, kann maður segja, hreina. Svona
gera það réttara innan gæsalappa heldur en sko stílfærða stíllinn á mörgu því sem var í Gamla testamentinu og því nýja sko. En eru kannski prestar nútímans meira siðfræðingar heldur en kannski prestar? Er það kannski þróast við þangað að trúin per se verður sett í hliðar og hausinn tekur yfir siðfræði? Ég held sé alveg sitt á hvað sko, alveg sitt á hvað. Já, að því í sjálfu sér er í minni minningum trúarbragðasöguna og kristinfræðina, það snerist þetta svo mikið siðfræði. Já, já. Að haga sér og kunna sig og virðingu og allt þetta sko. Það minnir mig á þeirri bara fara í gegnum Boðorinn 10 og Einhver sagði að það hefði verið 15 fyrst en hann hefði mist eina töfluna. Já. Móses. Já, svo er líka til svo saga að Gideon mat í Egyptalandi sem er með hérna og skoðar... Ísis? Nei, þetta er mat. Mas. Og hún metur sálir mannanna og vigtar móti páfuglsfjöður og spyr spurningar sem eru minni með 23 ár. Það tekur það saman þá eru það nokkurn veginn í svo Boðorinn 10. Já. Þannig að þetta er allt svolítið sprottið úr sama jarðveginum. Mjög líklega. Já. En ég bað yngri son minn að fara í gegnum þetta og segja mér hvað hann fyndist og hvert og þetta þessi þýddi kannski. Og hann var búinn með kannski svona fjögur fyrstu boðorðin eitthvað svona og svo leit hann upp allt í og segi Fabi, sko, þetta er voðalega einfalt. Þetta þýðir allt saman bara don't be a dick. Það er svolítið þannig. Það er alveg frábært. Já. Og svona því við erum að brenna út á tíma þá langar mig að segja það að ég sá hvetja til að horfa hana, mjög merkileg heimildamynd Móses. Það sem sagnfræðingar vísur á heimild tóku sig saman og fókusuðu á Móses. Þegar gyðingarnir voru í Egyptalandi og voru að flýja. Og þetta tók einhver 40 ár þessi flótti af þeirra sögn. Og þetta voru fleiri þúsund mann sem voru raunverulega bara málaliðar fyrir Egypta í einhverju stríðsbröldi og voru reknir, nú er ég að segja það sem heimildamyndin segir og þegar allir voru þreyttir á göngutúrunum og ræna heilu þorpin og stela öllu búfjörna sem var á vegi þeirra, þetta skilst þetta að tekið 40 ár og þá var verið að gera uppreisn gegn Móses sem var raunverulega herforingi og þá fer hann í þessa hugleiðslu upp á fjallið og segist það að tala við Guð. En þá var alltaf að fara til landskotans sem gerist í mannanaheimum, þú fer með leiðilegu fólk í sumarbústað eftir 3 daga í bústaðnum en allir farnir að kýla hvern annan, þetta bara gerist. Þetta bara verið bara svona. Þetta var skemmtileg útúrdúr. Þannig, en þú stefnir að því að klára guðfræðina og gefa því séns. Já. Ég veit ekki hvort ég verði einhvern prestur, sko. Sérðu það fyrir þér og verður prestur? Sé ekki það. Vel gert. En það er ekki aðalatriði. Mér langar að klára þetta. Ég er með einhverja svona árátum að þau þurfa alltaf að klára allt. Og Þannig að þú ert með plan, Siggi. Planið er að klára guðfræðina. Já, allir maður ekki að fara að viðurkenna það. En svo þegar ég verð orðinn eins og ég sé alvöru gamall, þá ætla ég að flytja heim til Frakklands. Ég segi heim til Frakklands af því að það leið mér eins og ég ætti heimaðar. Og setjast að í einhverju svona passlega litlu þorpi og eða síðustu æviárinu þar. Og skrifa. Þetta eru brilljant lokaorð. Sigurður Ingólfsson. Siggi. Takk fyrir komuna. Gaman að spjalla við þig. Já, takk fyrir þetta. Þetta var mjög skemmtilegt.
ef þú verður orðinn prestur, sko, þegar ég poppa upp á, af því ég er nokkra árum eldri en þú, er þá til í að lesa yfir mér, bara svona sem bara gamall félagi Alveg skiljuslust. og sleppa kannski Jesú og fjölskyldu Já, já, í því. já, já, já. Heyrðu, þetta er dýll. Heyrðu, þið sem horfðu, takk fyrir að horfa. Ég minn ykkur það að ég ætti nú að byrja að þakka fyrst fyrir mailana sem ég er búin að fá frá ykkur og ábendingarnar. En þið getið haldið áfram að senda þær á týr@týr.is og ég tek fallega á móti þeim, hvort sem viljið kvarta eða klappa. En við köllum þetta daginn í dag, Sigurður, og kveðjum með virtum. Þangað til næst. Takk fyrir okkur.